Komið sæl. Í dag langar mig að sýna ykkur orðalista. Orðalistarnir eru hérna hægra megin efst í horninu og hér sjáið þið þá orðalista sem fylgja með forritinu þegar það er keypt. Rétt aðeins að vekja athygli á að það er búið að teikna upp fyrir ykkur tákn eins og peningarnir, þeir eru hérna á íslensku. Það er líka hérna inn í frídögum, þar eru jólasveinarnir okkar til dæmis, allir. Þannig að, og hérna inn í stjórnvöld er hægt að sjá að hér eru Kristján Eldjárn, Vigdís, Ólafur Ragnar, Guðni TH, Alþingishúsið og ríkisstjórnin okkar. Þetta er allt tákn sem hafa verið teiknuð fyrir okkur. Og svo er, og inn í, eins og hérna eru alls konar orð og þar á meðal eru líka sér íslensk tákn eins og hangikjötið og þorramatur og fleira. Þannig að þetta eru orðalistar sem hægt er að nota með kjarnaorðum og mig langar líka að vekja athygli á því að þið getur notað hérna stækkunarglerið. Til dæmis ef ég ætla að leita ykkur jólasveini, segjum bara stúfur. Að ef ég bið hérna þennan jólasvein í stækkunarglerinu, þá kemur hann hérna upp og sýnir mig hvar hann er. Hann er í aðalista og inn í frídögum. Og ef ég smelli á, að þá leiðir hún mig að þeim stað þar sem að stúfur er staddur. Og þið sjáu það, hann er hér. Stúfur. Þannig að það er mjög sniðugt í rauninni og þetta er í rauninni fyrir hvaða orð sem er. Maður getur sett bara, segja bara afmæli. Og þá getið þið séð hvar er talað afmæli. Það er í hérna til dæmis mig, hvenær áttu afmæli. Að þá finnið þið þetta. Að þetta er spurning, hvenær áttu afmæli. Þannig að þið í rauninni getið valið að Hvenær áttu afmæli? Úr listanum hvaða orði vil ég nota í rauninni. Þannig að ég hvet ykkur til þess að kíkja betur á orðalistana og eins líka nota leitina hérna uppi. Þá segi ég bara takk í dag.